að mál á dagskrá sem Reykjavíkurflugvöllur, deiliskipulag samkvæmt 26. lið fundargerðar borgarráðs frá 28. apríl síðastliðnum og fyrstur tekur þá til máls borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, að ræða tillögu sem var samþykkt 20. apríl síðastliðinn í umhverfis- og skipulagsráði og tillaga að nýju deiliskipulagi Reykjavíkurflugvallar með breytingum sem koma fram í umsögn skipulagsfulltrúa og þessi tillaga að hún byggir og samkvæmt uppdrætti Tark arkitekta frá 18. desember 2015 en tillagan var auglýst frá 6. janúar 2016 til 17. febrúar 2016 með tilvísun í þar að lútandi skipulagslög. Hún felst, þar að segja deiliskipulagstillagan, felst að stórum hluta í að uppfæra deiliskipulagið af gerðum hlutum og raun aðstæðum á og við skipulagssvæðið. Einnig útbúin byggingareitur fyrir flugstöð með hliðsjón af samkomulagi ríkis og borgar frá 25. október 2013 og reitir á svæðinu afmarkaður og skýrari hátt en áður hefur verið og var þar stuðst við sín rekstrar aðila eins og það kemur fram í skipulagsreglum fyrir flugvöllinn auk samantektar Isavia fasteignir á Reykjavíkurflugvelli frá maí 2013. Það rétt að taka fram líka og fylgir með sögunni að deiliskipulag fyrir flugvöllinn sem var samþykkt í borgarstjórn 16. janúar 1986 ásamt síðari breytingum mun áfram gilda á svæði í kringum lóð Loftleiðahótels og hluta Litla-Skerjafirði þar til annað deiliskipulag þar verður unnið, þar að segja fyrir þessu svæði. Endurskoðunin felur einnig í sér að deiliskipulagssvæðið minnkað frá því sem áður var fyrir flugvallasvæðið. Það löng saga á bak við þetta mál allt saman og nokkuð dramatísk á köflum. Það var kannski, og ekki kannski heldur örugglega, orðið núna síðustu misserum mestar deilur vegna þess að skipulagið felur í sér að norðaustur-suðvesturbraut verði lokað og verði fjarlægð og sú hugmynd ekki ný af nálinni eins og væntanlega allir vita hér inni, heldur það þvert á móti eiginlega nýmæli að gera ágreining það því að í frægri skýrslu samgönguráðherra frá 1990 sem hét Sambýli flugs og byggðar og hún var gerð vegna alvarlegs flugslyss sem varð 1998 að þá kom fram og það rétt að taka fram að flugmálastjóri og framkvæmdastjóri flugvalladeildar flugmálastjórnar áttu sæti í þessari nefnd að þá kemur fram eða niðurstaðan var þar sú með leyfi forseta að öllu samanlögðu verður að telja að mest áhætta sé tekin við notkun norðaustur-suðvesturbrautar og tvímælalaust beri af loka henni, auk þess sem brautin hefur hverfandi vægi í notkun flugvallarins. Öll vinna og allar samræður þetta mál frá því þessi skýrsla var gerð 1990 hefur ávallt fylgt þessari stefnumörkun, hvort sem að litið til aðalskipulagsvinnu, deiliskipulagsvinnu eða fjölmargra yfirlýsinga borgar og ríkis í gegnum áratugina. Þessi stefna skýrt mörkuð í nýju aðalskipulagi fyrir Reykjavík 2010-2030 og það má segja það að frægt samkomulag sem var gert 20. og 5. október 2013 milli borgar og ríkis hafi einfaldlega verið lokaskrefið í langri vegferð. Það hefur einnig verið, og þessi umræða hefur snúist núna allra síðustu mánuði og misseri það að margir hafa dregið í efa að
lendingaröryggi flugvallarins sé nægilega gott, fari þessi tiltekna flugbraut. En það óhætt að segja það að þær vönduðu og miklu skýrslur sem hafa verið gerðar síðan staðfestu þetta sem kom fram í skýrslu áhættumatsnefndarinnar frá 1990 því að þar var sagt, svo það sé aftur rifjað upp, að þessi braut hafi hverfandi vægi í notkun flugvallarins. Og þá munar mjög mikið það að í þessum skýrslum hafa verið nýttar miklar rannsóknir sem hafa farið fram undanfarin 9 ár og meðal annars niðurstöður sem hafa komið úr 4 vindmælum við flugbrautirnar og sem auðvitað eykur verulega nákvæmri allra mælinga og auk þess sem vindhraði og vindstefna skráð núna á 15 sekúndna fresti, þannig að það liggur fyrir ansi ítarlegur og nákvæmur gagnagrunnur. 2 skýrslur hafa verið gerðar nýlega og annars vegar, svo þetta sé að við höfum oft rætt þetta áður hér, annars vegar var það skýrslan sem Efla vann og grundvelli tilmæla ICAO, alþjóðlegra samtaka flugöryggi, flugrekstur, og það fyrst og fremst miðað við greiningu á valkostum fyrir staðsetningu flugvalla og þar kemur í ljós að lendingaröryggi Reykjavíkurflugvallar með og án þessara tilteknu brautar gott. Og sama má segja skýrslu nothæfistíma fyrir flugvélar af gerðinni Fokker 50 og Beechcraft King Air 200 sem notaðir í reglubundnu farþega- og sjúkraflugi á Reykjavíkurflugvelli. Þar sem sagt verið að skoða hvernig hinn raunverulegi flugvöllur hefur virkað fyrir raunverulegar flugvélar í raunverulegu flugi. Og það niðurstaðan í raun hin sama. Lendingaröryggi gott og fullnægjandi með og án þessara tilteknu brautar. Það mikilvægt að rifja það upp í þessu máli öllu að í samkomulagi ríkisins og borgarinnar frá 25. október 2013 kemur fram eftirfarandi, með leyfi forseta, vitna ég hér orðrétt: aðilar ljúki vinnu við endurskoðun og deiliskipulagi fyrir flugvallarsvæðið og að tilkynnt verði lokun norðaustur-suðvesturbrautarinnar samhliða auglýsingu þess síðar á þessu ári, þar að segja 2013. Samtímis skal endurskoða núgildandi skipulagsreglur fyrir Reykjavíkurflugvöll til samræmis. Reykjavíkurborg hefur efnt sinn hluta samkomulagsins, það að segja endurskoðun og deiliskipulagi Reykjavíkurflugvallar, en þar sem að ríkið hefur ekki staðið við sinn hluta samkomulagsins, það að segja að tilkynna lokun norðaustur-suðvestur flugbrautarinnar samhliða auglýsingu deiliskipulagsins og endurskoðað skipulagsreglu fyrir Reykjavíkurflugvöll til samræmis við deiliskipulagið, þá hefur Reykjavíkurborg séð sig knúna til þess að höfða mál á hendur ríkinu eins og frægt Í umræðinni undanfarin ár hafa tíðkast hin breiðu spjótin. Umræðan hefur verið mjög stóryrt og alhæfingakennd og alhæfingasöm á köflum, ekki síst hjá atvinnuflugmönnum en líka hjá nokkrum borgarfulltrúum. Eftir að fyrra deiliskipulag var fellt úr gildi vegna formgalla og umhverfis- og skipulagsráð sendi þá nýja deiliskipulagstillögu í auglýsingu, raunin þá tillögu sem hér til umræðu, eins og henni bara að gera, eins og ráðinu bara að gera, að þá var fullyrt að grundvöllur dómsmálsins sem ég gat væri brostinn og málinu yrði augljóslega ekki áfram haldið. Þetta kom fram í bókun sjálfstæðismanna í umhverfis- og skipulagsráði. Þetta reyndist ekki vera rétt og reyndist vera bara einhvers konar bull
því að 22. mars dæmdi héraðsdómur Reykjavíkur ríkið til að loka norð-austur-suðvesturflugbraut Reykjavíkurflugvallar á grundvelli þessa samkomulags sem að hér hefur verið vitnað í frá 20. og 5. október 2013. Borgarfulltrúar geta kynnt sér þetta mál mjög vel í mjög ítarlegri umsögn skipulagsfulltrúa. Það bárust fjölmargar athugasemdir við þetta skipulag eins og von var. Svörin eru mjög ítarleg og fróðleg og ég ætla að ljúka þessu máli mínu hér á því að lesa upp bókun borgarráðsfulltrúa Samfylkingar, Bjartar framtíðar, Vinstri grænna og Pírata í umhverfis- og skipulagsráði. Hún hljómar svona með leyfi forseta: Við tökum heils hugar undir vandað og ítarlega umsögn skipulagsfulltrúa. Til hefur staðið að leggja niður norð-austur, suðvestur flugbrautinni vel á 3. áratug. Borgarstjórnir í Reykjavík og ríkisstjórnir hafa tekið fjölda skrefa sem miða að því að umrædd flugbraut hverfi, að fluggarðar séu víkjandi og að kennslu- og æfingaflugi verði fundinn annar staður. Nú síðast gerðu ríki og borg með sér samning í október 2013 og féll nýlega í héraði dómar á þá leið að ríkinu bæri að loka flugbrautinni innan 16 vikna. Sjúkraflugi ekki stefnt í hættu við gildistöku skipulagsins nú frekar en áður þegar staðið hefur til að leggja norðaustur-suðvestur flugbrautina niður. Nauðsynlegt að samþykkt verði deiliskipulag svo unnt sé að bjóða upp á nauðsynlegt viðhald og þróun flugstöðurinnar uns miðstöð innanlandsflugs verði fundinn staður til frambúðar. Og þessi orð standa að mínu mati ekkert síður nú en þegar að bókunin var samþykkt fyrir fáeinum dögum og tel ég því rétt að borgarstjórn samþykki þessa tillögu. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og Guðni Jóhanna Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi, næsta mælendaskrá. Forseti, borgarfulltrúar. Eins og kunnugt samþykkti meirihluti bæði í umhverfis- og skipulagsráði 20. apríl síðastliðinn og í borgarráði 28. apríl síðastliðinn tillögu að nýju deiliskipulagi Reykjavíkurflugvallar með þeim breytingum sem fram kom í umsögn skipulagsfulltrúa frá 18. apríl. Eins og við öll þekkjum að þá gert ráð fyrir því að svokölluð neyðarbraut ekki lengur á skipulagi. Minnihlutinn greiddi atkvæði gegn tillögunni. Í bókun meirihlutans bæði í umhverfis- og skipulagsráði og í borgarráði og borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson las upp hér áðan kemur fram að meirihlutinn taki heils hugar undir vanda og ítarlega umsögn skipulagsfulltrúa og að sjúkraflugi sé ekki stefnt í hættu við gildistöku skipulagsins nú frekar en áður þegar staðið hefur til að leggja norð-austur-suðvestur flugbrautina niður. Umsögn skipulagsfulltrúa byggir aðallega og eftirfarandi gögnum. Það er að segja í fyrsta lagi bréf Isavia frá árinu 2013 þar sem sett upp sú sviðsmynd að Keflavíkurflugvöllur og Reykjavíkurflugvöllur væri einn flugvöllur. Nefndarskýrslu Reykjavíkurflugvallar sambýli flugs og byggða sem borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson fór yfir hér áðan sem frá árinu 1990 en þar var að ræða nefnd sem Steingrímur J. Sigfússon skipaði 7. desember 1988 undir formennsku Álfheiðar Ingadóttur til að vinna áhættumat vegna Reykjavíkurflugvallar. Og á blaðsíðu 2 í skýrslunni segir eftirfarandi með leyfi forseta: til að vinna áhættumat vegna Reykjavíkurflugvallar á blaðsíðu 2 segir með leyfi forseta: nefndarmenn komist að þeirri niðurstöðu að gerð áhættumat vegna Reykjavíkurflugvallar krefist yfirgripsmeiri
og sérhæfðari rannsóknar en væri á færi nefndarinnar auk þess sem ekki liggur fyrir ákvörðun stjórnvalda það hvað teljist ásættanleg áhætta af rekstri flugvallar í Vatnsmýri. Tilvitnun lýkur. Það kemur skýrt fram í þessari skýrslu sem borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson vísaði hér áðan sem eitt af gögnunum sem skipulagsfulltrúi getur í umsögn sinni og ákvörðun meirihlutans byggist á að þessi nefnd var ekkert að gera neitt áhættumat. Engu að síður ákvað þessi nefnd að leggja fram 10 tillögur meðal annars eftirfarandi, með leyfi forseta, hægt verði notkun á norðaustur og suðvestur flugbraut og henni lokað, tilvitnun lýkur. Engar upplýsingar að finna í skýrslunni væntanleg áhrif slíkrar lokunar. Því hefur verið haldið fram af ýmsum aðilum, meðal annars meirihlutanum, að það hefur verið vitnað ítrekað í þessa skýrslu sem svokallaða skýrslu samgönguráðherra. Og þar hafi verið tekið ákvörðun lokun þessarar brautar. Hið rétta að hvorki ráðherra né samgönguráðuneytið tók nokkurn tíma neina afstöðu til tillagna nefndarinnar og skýrsla nefndarinnar var aldrei send flugráði til umsagnar eins og venjan Þannig að þessi skýrsla hefur ekkert gildi. Auk þess var gerð skýrsla 9 árum seinna, þar sem framkom í þeirri skýrslu að byggð í Reykjavík stafi lítil hætta af flugumferð og sérstaklega tekið fram að lítil hætta sé að notkun norðaustur suðvestur flugbrautarinnar. Það liggur alveg ljóst fyrir og þeir sem hafa kynnt sér þessi mál vita að þegar ákvörðun var tekin að loka þessari flugbraut, þá hafði ekkert verið gert neitt áhættumat. Það hefur ekki ennþá verið klárað áhættumatið, þrátt fyrir að meirihluti borgarstjórnar ítrekað að vísa til þess. Fyrir utan þau gögn sem að vísað til í umsögn skipulagsfulltrúa, það að segja þetta bréf frá Isavia frá desember 2013, þar sem sett upp ákveðin sviðsmynd ef að Reykjavíkur og Keflavíkurflugvöllur var einn flugvöllur og þar vísað til þessarar nefndarskýrslu Reykjavíkurflugvallar sem var aldrei rýnd eða skoðuð og nefndin með sér tók sjálf fram að hún treysti sér ekki til þess að gera áhættumati en þetta samt orðið eitt af aðalgagni meirihlutans í borginni. Að þá líka byggt á dómi Héraðsdóms Reykjavíkur en sá dómur eins og allir vita sem hafa lesið dóminn byggist á að samningar skuli halda en ekki flugöryggissjónarmiðum. Þá vísað í umsögn skipulagsfulltrúa og ítrekað af meirihlutanum í áhættumatsskýrslur Isavia en henni fylgir og hafði hliðsjón af 2 skýrslur sem Efla gerði. Annarri skýrslunni henni hafnað af Samgöngustofu en samt ítrekað vísað í hana meirihlutanum í borgarstjórn og meðal annars í umsögninni og eftir að seinni skýrslan og hinn skýrslan var gerð og eftir að búið var að fá bréfið frá Samgöngustofu þá sendi Öryggisnefnd Félag íslenskra flugmanna bréf til innanríkisráðuneytis þar sem voru gerðar alvarlegar athugasemdir við áhættumatið þar sem ekki var farið eftir ákvæðum í reglugerð og alþjóðlegum samþykktum. Á borgarstjórnarfundi 15. september 2015 fór varaborgarfulltrúi Framsóknar og flugvallarvina, Greta Björg Egilsdóttir, yfir þetta bréf og sendi öllum borgarfulltrúum afrit af þessu bréfi í tölvupósti 15. september síðastliðinn. Þrátt fyrir það að allir borgarfulltrúar vita þetta bréf öryggisnefndarinnar sem var bæði rætt á borgarstjórnarfundi 15. september 2015 og öllum borgarfulltrúum var sent afrit af, ekki minnst einu orði á bréfið í umsögn skipulagsfulltrúa, ekki einu orði. Borgarstjórn hefur miklu eftirlitshlutverki að gegna eins og fram kemur í stjórnsýsluúttektinni. Og því mikilvægt ef það á að vera hægt að fylgja þessu eftirlitshlutverki að það sé aðgangur á upplýsingum og upplýsingarnar sem liggja fyrir séu skoðaðar og þær séu hluti af gögnum sem ákvarðanir byggjast á. Og í því sambandi vil ég sérstaklega benda á upplýsingastefnu borgarinnar sem var samþykkt síðasta sumar en í henni kemur skýrt fram
að ákvarðanir þurfa að byggjast á bestu fáanlegum upplýsingum. Þrátt fyrir þetta er meirihlutinn ítrekað að vísa í gögn sem hefur verið hafnað, hafi ekki stoð eða vantar. En meirihlutanum dettur ekki í hug að vísa í athugasemdir og kanna athugasemdir sem öryggisnefnd Félag íslenskra atvinnuflugmanna hefur vísað til hvað þurfa að klára. Og ekki einu sinni að í niðurstöðu Samgöngustofu áhættumati frá 1. júní í fyrra kemur skýrt fram hvað á eftir að klára við áhættumatið. Samt lítur meirihlutinn ekki til þess. Í stað þess bendir hann ítrekað á skýrslu nothæfistíma sem var hvorki rýnd né samþykkt af Samgöngustofu, skýrslu sem hefur ekkert gildi. Í bréfi Samgöngustofu til Isavia frá því 1. júní í fyrra varðandi fyrirhugaðar lokunar flugbrautar 0624 að þá kemur skýrt fram að áhættumatið sem Isavia var búið að vinna nái ekki til áhrifa á flugvallakerfið í landinu í heild sinni. Það nái ekki til neyðarskipulags almannavarna né áhrif á sjúkraflutninga. Samt setur meirihlutinn og ítrekar í bókunum sínum að sjúkraflugi sé tryggt þó að flugbrautinni sé lokað. Það hefur ekki verið gert áhættumat út af því. Hvernig getur þá meirihlutinn sagt að það sé í lagi? Ég spyr. Þegar áhættumati hefur ekki ennþá verið gert út á sjúkraflugi. Hvernig getur meirihlutinn þá sagt það í bókun sinni að það sé tryggt? Eins og ég sagði hér áðan að það byggist niðurstaða héraðsdóms á því að samningar skuli halda, en ekki á flugöryggissjónarmiðum. Innanríkisráðherra lokaði ekki brautinni eftir þessa niðurstöðu Samgöngustofu 1. júní í fyrra, þar sem innanríkisráðherra taldi að fullvissan lægi ekki fyrir. Fullvissan liggur enn ekki fyrir vegna þess að það er ekki búið að klára þetta. Það er ekki búið að klára þau atriði sem að vísaði til í niðurstöðu Samgöngustofu frá 1. júní 2015, meðal annars áhættumat út af sjúkrafluginu. Það er ekki búið að klára að fara yfir í innanríkisráðuneytinu athugasemdir öryggisnefndar Félag íslenskra atvinnuflugmanna. En borgin getur á grundvelli nýsamþykktar upplýsingastefnu ákveðið að hundsa þetta allt saman. Og það væri nú forvitnilegt að heyra í borgarfulltrúanum Halldór Auðar Svanssyni hvort að þetta sé það sem að koma skal varðandi upplýsingastefnu borgarinnar. Að það þurfi ekkert að skoða nein gögn, það sé bara hægt að vísa ykkur gögn sem hafi ekki verið tekin til greina. Enda lagði fulltrúi Framsóknar og flugvallarvinna fram ítarlega fyrirspurn á síðasta fundi umhverfis- og skipulagsráðs þar sem vísað í upplýsingastefnu borgarinnar og þessi gögn sem ég færði yfir, hvernig það samræmist henni. Í niðurstöðu Samgöngustofu frá því 1. júní í fyrra áhættumatið kemur fram, og ég ætla að ítreka það, að það nái hvorki til neyðarskipulags almannavarna né áhrif á sjúkraflutninga og gera þurfi sérstakt áhættumat ef ákveðið verði að loka flugbrautinni. Það er ekki búið að gera það áhættumat. Og það kemur líka fram í niðurstöðu Samgöngustofu að Samgöngustofa rýndi hvorki né tók afstöðu til skýrslu Eflu nothæfistíma með þeim rökstuðningi, með leyfi forseta, hugtakið nothæfistími er ekki skilgreint hugtak, hvorki í íslensku reglugerðum lúta að flugvöllum né
IKUA viðauka 14 því það var ekki tekin afstæða til þeirra skýrslu. Hins vegar vísar borgin ítrekað í þessa skýrslu og þykist vita betur heldur en Samgöngustofa. Hvernig samræmist það upplýsingastefnu borgarinnar? Hins vegar rýndi Samgöngustofa skýrslu Eflu nothæfistíma. En skýrsla Eflu sýndi að hann færi ekki undir 95%. Hins vegar staðreynd, og það var farið yfir það á borgarstjórnarfundi 15. september í fyrra, að 3 mánuðum eftir þessa niðurstöðu Samgöngustofu eða með bréfi 9. september að þá gerði öryggisnefnd Félag íslenskra atvinnuflugmanna athugasemdir það að í skýrslu Eflu nothæfisstöðu sé hvergi vitnað í leiðbeiningarreglur Alþjóðaflugmálastofnunarinnar en þar séu skýringar á þýðingarmiklum öryggisatriðum sem Efla taki ekki til greina sem leiðir til þess að skýrslan innihaldi alvarlega villur. Þetta mat öryggisnefndar Félags íslenskra atvinnuflugmanna. Og það kemur skýrt fram líka í bréfinu að öryggisnefndin telur skýrsluna ónothæfa og óásættanlegt sé að áhættumatsskýrslan byggi á henni. Það hafi borið við áhættumatið að taka mið af hemlunarástandi flugbrautar, skyggni skýjahæð, vindhviðum, brautarbreyt og stærðum flugvéla sem flugvellinum ætlað að þjóna. Og þar sem að þessara atriða hafi ekki verið gætt, þá sé útreikningur nothæfisstuðsins rangur. En þessara atriða ekkert gætt í umsögn skipulagsfulltrúa sem ákvörðun meirihlutans byggir á. Ekki neitt. Og það var farið ítarlega yfir þetta á borgarstjórnarfundi 15. september og allir borgarfulltrúar fengu afrit af þessu bréfi. Ég hef sagt það áður að við í Framsókn og flugvallarvinum viljum ekki bara halda þessari flugbraut að því bara. Við teljum að það hafi ekki verið sýnt fram á það með fullnægjandi gögnum að það sé hægt að taka ákvörðun þetta. Á því byggist okkar niðurstaða. Ef það lægi fyrir fullnægjandi gögn sem myndu segja fínt, það skiptir engu máli að loka þessari braut, þá myndum við ekki berjast gegn því. Það sem við erum að berjast gegn einfaldlega hvernig vinnubrögðin eru. Að það sé tekin ákvörðun hjá borginni án þess að fullnægjandi gögn liggi fyrir og það sé verið að vísa í skýrslur sem hafa ekkert gildi. Það snýst málið. Málið snýst einfaldlega þetta. Já, það var borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir lokið máli sínu og það var borgarstjóri óskað eftir því að veita hans verði ræðu borgarfulltrúans. Forseti ágæta borgarstjórn, þetta var furðuleg ræða. Þessi þriðja braut var tekin út af skipulagi, aðalskipulagi Reykjavíkurborgar 2007. Í samvinnu samgönguyfirvalda og borgaryfirvalda í meirihlutatíð Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks. Hugmyndin að því að leggja þessa braut niður byggði á öryggisaðstæðum en stóra útspilið í málinu kom frá Friðriki Pálssyni formanni Hjartans í Vatnsmýrinni í tengslu við atkvæðagreiðsluna 2001. Við erum hér að samþykkja deiliskipulag fyrir Reykjavíkurflugvöll. Það væri í ósamræmi við skipulagslög að hafa þessa braut inn á deiliskipulaginu vegna þess að þú getur ekki haft deiliskipulag sem í ósamræmi við aðalskipulag. Eru Friðrik Pálsson, samgönguyfirvöld fyrr og nú, allir sem hafa komið að 10 samningum niðurlagningu þessara brautar í gegnum tíðina, svona mikil fífl og fávita sem ekkert viti sín haus, eins og skilja mátti borgarfulltrúan hér, eða þetta enn og aftur misheppnuð tilraun svokallara flugvallavina til þess að slá ryk í augu fólks í þessu máli? Mér spurt. Það er borgarstjóri lokið að veita ansvar, þá svarar ansvari borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir.
Forseti, borgarfulltrúar, þegar svokölluð ákvörðun sem að borgarstjóri vísar í að taka flugbrautina skipulega 2007, þá lá ekkert fyrir neitt áhættumat. Það var byrjað á öfugum enda, eins og við höfum ítrekað bent á. Og það er ennþá verið að byrja með öfugum enda. Brautin hefur sanna gildi sitt ítrekað og kannski er það vegna þess að veðrið er breytt. Við vitum það ekki, ég hef ekki hugmynd um það. Það sem að ég hef verið að ítreka og ítreka aftur því borgarstjóri virðist ekki hafa hlustað, er það að það skiptir máli að gögnin sem ákvörðun borgarstjórnar byggist á séu rétt og það liggja öll gögn fyrir. Og það er ekki hægt að setja upplýsingastefnu og samþykkja hana ef það á ekkert að fara eftir henni. Það er borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir. Lokið við það að svara andsvari, þá veitir borgarstjóri andsvar öðru sinni. Forseti, ágæta borgarstjórn, sama hvernig borgarfulltrúin reynir, þá kemst hann ekki fram hjá því að deiliskipulag verður að hvíla á aðalskipulagi. Aðalskipulagi var breytt af Framsóknarflokknum og Sjálfstæðisflokknum á grundvelli samkomulags við og raunar að beiðni samgönguyfirvalda ríkisins sem bera ábyrgð á öryggi flugi. Og það hefur engum dottið í huga að efast það að tveggja brauta völlur sé óöruggur. Enda eru nær allir innanlandsvellir landsins einna brauta. Eru þeir óöruggir? Á að leggja á niður? Eru þeir í trássi? Af hverju hafa borgaryfirvöld ekki gert öryggisúttektir á öllum þessum völlum? Innanríkisráðherra svaraði þjóðþingi í maí síðastliðinn að væri ekki einu sinni búið að reikna nýtingarhlutfall fyrir Ísafjarðarflugvöll og Akureyrarflugvöll. Af hverju ganga borgaryfirvöld ekki það? Þetta er bara fyrirsláttur, þetta er bara eitthvað ryk sem er verið að reyna að þyrla hér upp í umræðunni. Þetta byggir á aðalskipulagi, flugvallarekstur er á ábyrgð samgönguyfirvalda, borgaryfirvöldum ber að framfylgja samningum, það erum að gera og það er verið að gera það með vöndum og faglegum hætti. Það er ekkert í málflutningi borgarfulltrúans sem stenst einu sinni verk eigin flokks varðandi skipulagsmál á svæðinu. Það er ekki hægt að samþykkja deiliskipulag með þessari þriðju braut inni vegna þess að Framsóknarflokkurinn tók hann af aðalskipulagi 2007. Þá er borgarstjóri lokið við það að veita andsvar öðru sinni og svarar andsvari borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir. Forseti, borgarfulltrúar, Reykjavíkurflugvöllur er varaflugvöllur. Ef að borgarstjóri væri búinn að gleyma því. Og það að Framsókn hafi skipt skoðun þegar Framsóknarflokkurinn áttaði sig á því að það var ekki unnið að þessu máli með réttum hætti, það er bara þannig. Að það að Framsóknarflokkurinn hafi tekið ykkur ákvörðun á árinu 2007 og skiptir skoðun á árinu 2014, það er bara grundvelli þess að það liggja betri upplýsingar fyrir nú heldur en þá. Það er borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir. Lokið við það að svara andsvari öðru sinni, þá gerir borgarstjóri stutta athugasemd. Forseti, ágæta borgarstjórn, borgarfulltrúin er augljóslega komin í mjög mikla nauðvörn í málinu og segir nú að Reykjavíkurflugvöllur sé varaflugvöllur. Hvað erum við að ræða? Við erum að ræða flugbraut sem er 960 metrar. Dettur borgarfulltrúinu virkilega í hug að millilandaflugvélar geti lent á brautinni? Er borgarfulltrúin að reyna að halda því fram í sölum borgarstjórnar að þriðja brautin á Reykjavíkurflugvelli tengist á einhvern hátt varaflugvallarhlutverki Reykjavíkurflugvallar? Ég hef aldrei heyrt annað eins. Það hefur engum sem betur fer dottið í hug að hægt sé að lenda millilandaflugvélum á þriðju braut Reykjavíkurflugvallar og raunar eru 9 innanlandsvélar Flugfélags Íslands ekki hannaðar til að lenda á svona stuttum brautum. Þá er borgarstjóri lokið við það að gera stutta athugasemd og það gerir borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir einnig stutta athugasemd. Forseti, borgarfulltrúar, mér sýnist borgarstjóri verið nauðvörn. Hann hefur ekki svarað einu orði því sem framkom í ræðu minni hér áðan.
heldur talandi eitthvað sem var ákveðið á árinu 2007, en fyrirmunað að tala hvernig þessi ákvörðun og þau gögn sem vísaði til samræmast upplýsingastefnu borgarinnar. Af hverju einskis getið þess sem var rætt hér á borgarstjórnarfundinum 15. september síðastliðið? Af hverju verið að vísa í skýrslu Eflu nothæfistíma sem að Samgöngustofa hafnar? Þannig ef einhver nauðvörn, að þá það borgarstjóri. Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að gera stutta athugasemd og þá þeim athugasemdum lokið og næstur til að veita andsvar borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Já, forseti, þá geta borgarstjórn. Ég verið að gera andsvar vegna þess að mér finnst svona furðuleg hvernig borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir kemur upp hér og fullyrðir að skýrslur og rannsóknir hafa ekkert gildi. Það er alveg ótrúlegt eiginlega. Ég var að tala hinn breiðu spjót og alhæfingar og stóryrði og fullyrðingar. Áhættumatsskýrslan frá 1990 hefur ekkert gildi. Er það vegna þess að þeir sem að stóðu á bak við það að ákvörðun að fara í þá skýrslugerð hétu Álfheiður Ingadóttir og Steingrímur J. Akkur svo borgarfulltrúin sé tilknúin til að tilkynna nafn þeirra sérstaklega. Sama með skýrslu Eflu hefur ekkert gildi. Og það alrangt sem að borgarfulltrúin fullyrðir að Samgöngustofa hafi hafnað skýrslu Eflu. Hún hafnaði henni ekki neitt. Auðvitað er þetta gild gögn í málinu og ég tel að það liggi fyrir mjög miklar og ljósar upplýsingar, mjög vandlega unnar skýrslur sem að liggja baki þessari ákvörðun. Þetta hefur staðið mjög lengi til en auðvitað er alltaf hægt að koma og segja að þetta hefur ekkert gildi og vitna bara í álit öryggismálanefndar atvinnuflugmanna. Hverra hagsmunir eru þeir að gæta? Getur ekki verið að þeir séu að hugsa meðal annars sína eigin hagsmuni? Þetta er þeirra atvinna að stunda eitthvað þessu flugi. Og þannig að mér finnst þetta ákall annars vegar það að hafa upplýsta umræðu, síðan einhvern veginn að afbaka umræðuna með því að lýsa því að allt það sem að borgarfulltrúanum fellur ekki geð hafi ekkert gildi. Gjörsamlega út í hött þessu umræða. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, lokið við að veita andsvar. Þá svarar borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir andsvari. Forseti, borgarfulltrúar, þessi röksemdafærsla borgarfulltrúa Hjálmars Sveinssonar það að þetta snúist eitthvað sem fellur mér ekki geð. Hvurslags rugl er þetta? Ég ætla að lesa aftur upp fyrir borgarfulltrúan Hjálmar Sveinsson, það sem ég sagði hér áðan, að í þessari svokölluðu skýrslu frá 1990 segir á blaðsíðu 2, með leyfi forseta: Nefndarmenn komust að þeirri niðurstöðu að gerð áhættumats vegna Reykjavíkurflugvallar krefist yfirgripsmeiri og sérhæfðari rannsókna en væri á færi nefndarinnar, auk þess sem ekki liggur fyrir ákvörðun stjórnvalda það hvað teljist ásættanleg áhætta af rekstri flugvallar í Vatnsmýri. Tilvitnun lýkur. Og það er líka staðreynd að hvorki ráðherra né ráðuneytið né flugráð tóku þessa skýrslu til umsagnar. Þá ætla ég líka aftur að lesa fyrir borgarfulltrúan Hjálmar Sveinsson sem heldur þetta sé minn geðþótti, þar sem fram kemur í bréfi Samgöngustofu til Isavia 1. júní síðastliðinn. Með leyfi forseta: Samgöngustofa hvorki í rýndinni tók afstöðu til skýrslu Eflu áhrif flugbrautar 0624 og nothæfistíma fyrir áætlunarflug og sjúkraflug. Tilvitnun lýkur. Þetta eru staðreyndir. Þetta snýst ekkert það hvað mér fellur í geð. Þetta er einfaldlega það sem að Samgöngustofa segir og það kemur líka fram í bréfi Samgöngustofu, ekki mitt mat, heldur það sem kemur fram í bréfi Samgöngustofu að það er ekki búið að gera áhættumat vegna sjúkraflugsins. Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara andsvari. Þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vek athygli á því að borgarfulltrúinn sá ástæðu til þess að kalla áhættumatsskýrsluna frá 1990 svokallaða skýrslu.
og þetta segir svolítið hérna retóríkina sem í gangi hérna og tilraunina til þess að slá ríki hér eða dreifa ríki hér, þyrla upp ríki skulum við segja. Og að því að borgarfulltrúinn vitnaði í þessa skýrslu þá ég hérna líka með tilvitnun í þessa sömu skýrslu og þar segir að öllu samanlögðu verður að telja að mest áhætta sé tekin við notkun norðaustur-suðvesturbrautar og að tvímælalaust beri að lokinni auk þessum brautin hefur hverfandi vægi notagildi flugvallarins og þeir sem voru í nefndinni svo það sé endurtekið voru meðal annars flugvallastjóri og framkvæmdastjóri flugvalladeildar flugmálastjórnar. Svo verð ég líka að segja það að það alrangt og það rángtúlkun og rángfærsla að Samgöngustofa hafi hafnað skýrslu Eflu. Það bara rangt. Sú skýrsla full gilt gagn í þessari vinnu. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, lokið við að veita andsvar öðru sinni, þá svarar andsvar öðru sinni, borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir. Forseti, borgarfulltrúar, ég vil ítreka að umrædd skýrsla sem að borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson vísar svo oft í, hún frá árinu 1990. Í dag árið 2016 og það hafa komið fram frekari upplýsingar á þessum tíma sem liðin á þessum 26 árum. Enda hvarfla ekki nokkru manni að hlutir væru eins í dag en svo voru þá. Samgöngustofa, þegar hún rýnir ekki skýrslu og segir að skýrsla sé ekki í samræmi við reglugerð og alþjóðlega skilmála, þá verið að hafna skýrslu. Það ekki verið að nota hana. Það ekki stuðst við hana í áhættumatinu. Þetta svona eins og ég myndi senda bara eitthvað, jólakort eða eitthvað, sem auðvitað ekki rýnt og skoðað vegna þess að það á ekkert við. En borgin ákveður að nota þessa skýrslu sem stuðningsgagn þó svo þetta sé bara eitthvað. Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara andsvar öðru sinni, þá ætti andsvörum að vera lokið, en Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, fær að gera stutta athugasemd. Sólglampandi fiðrildi eru flugvélarnar á sumrin, flögra þær yfir fjöllunum, fagurbláum risaliljum Íslands. Langt til vetrar þegar vindurinn byrjar að gnauða og það fleygja sér þreyttar eftir ferði gegnum nóttina, ferð gegnum óveðrið í opinn og bjartan faðm flugvallanna. Þetta ljóð til Hannes Pétursson. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að gera stutta athugasemd og borgarfulltrúin minntur á að ávarpa forseta og borgarfulltrúi í upphafi málsins þó að það kunni að skaða ljóðræna framsetningu. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs í þessar umræðu. Jú, Halldór Halldórsson, borgarfulltrúi, næstur á mælendaskrá. Já, forseti, góða borgarfulltrúar. Í þessari umræðu, svo oft áður, að þá erum við að tala margar skýrslur og margar yfirferðir og margar ákvarðanir líka sem hafa verið teknar þessa sérstöku braut. Það stóð til að á sínum tíma þegar að hinar tvær brautirnar voru malbyggar og lagaðar, það ekki verið kringum 99-2000, að þessi braut flutt til Keflavíkur ef svo má segja. Því allavega hefur samgönguráðherra þáverandi Sturla Böðvarsson sagt mér það að þegar samkomulag var gert að gera upp hinar tvær brautirnar að þá hafi alltaf hugsun verið sú að þessi braut mætti ekki fara. Það að segja að það yrði að vera braut á suðvesturhorninu með þessa legu. Og af hverju? Jú, út af sjúkrafluginu, út af öryggi landsmanna að komast í fullkomnasta og besta sjúkrahús landsins, Landspítalann. Við mögum auðvitað aldrei taka það í burtu. Við verðum auðvitað alltaf að hafa það öryggi á hreinu. Það oft talað að þyrlur muni leysa það í sjúkrafluginu á Íslandi en það mun nú ekki verið rétt. Langt í frá. Þær eru bæði hægflegari og eiga erfiðara með ýmis veður og eru þar að ekki mörgu sinnum dýrari. Bæði innkaupum og rekstri. Þannig að
við erum í svolítið skrítinni stöðu með þetta mál. Þegar Kristján Möller var samgönguráðherra þá kom til greina að byggja samgöngumiðstöð norðan við Loftleiði, Hótel Loftleiðir. Þá hefði þessi braut þurft að víkja. Ég hef ekki spurt hann svo sem hvað hann hafi hugsað sér, en eflaust hefur hann séð fyrir sér líka að braut með sambærilega legu yrði opnuð í Keflavík. En það sem ég reyni að segja með þessu er bara það að við getum endalaust hent þessu fram og tilbaka, og ég efast ekki að þær skýrslur sem að borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir vísar til séu vel unnar og réttar. En við stöndum frammi fyrir því að það eru málaferli þessa braut og héraðsdómur hefur dæmt ríkið til þess að fjarlægja hana, og svo kemur í ljós auðvitað hvað Hæstiréttur gerir núna væntanlega í júní. Kannski snýr Hæstiréttur þessum dómi við og brautin verður áfram. En allavega þá verðum við að tryggja öryggi þeirra sem að þurfa að koma hingað með sjúkraflugi, því að þetta er fyrst og fremst braut til þess að tryggja öryggi í sjúkraflugi. Og það er mér mjög umhugað og að við gerum. Við verðum auðvitað þegar að ljóst er hver niðurstaða dómsins verður, þá verður innanríkisráðherra að hlíta því, ekki nema Alþingi taki þá sig til og fari í einhvers konar uppkaup og eignarnám og ég veit ekki hvað. En það er nú kannski flóknara mál en maður getur verið að reifa það hér. Svo er þetta bara spurningin flugvöllin áfram. Hvað með hinar tvær brautirnar? Það er líka stór mál, því að þær eiga að fara 2022 og 2024 með við núverandi skipulag. Það er auðvitað eitthvað sem gengur bara alls ekki upp. Það má vel vera að sé hægt að redda braut með þessa legu í Keflavík, en ætlum við svo bara að leggja innlandsflugi af hérna. Taka þessa stærstu samgöngutengingu landsmanna við höfuðborgina sína. Það finnst mér bara ekki koma til greina. En varðandi brautina enn og aftur að þá greiddum við atkvæði borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins bæði í umhverfis- og skipulagsráði og í borgarráði gegn því að það yrði farið í deiliskipulagsvinnuna núna, vegna þess að við teljum að það eigi ekki gera það fyrir en að það er ljóst hver niðurstaða verður í Hæstarétti. Halldór Halldórsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sinni og þá er hv. borgarstjórinn eftir að mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn, við erum hér að samþykkja deiliskipulag fyrir Reykjavíkurflugvöll á grundvelli gildandi aðalskipulags. Hér hefur mest borið á umræðu þriðju brautina. Hún var tekin af aðalskipulagi 2007 í tíð meirihluta Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks á grundvelli samkomulags og sameiginlegrar vinnu ríkis og borgar sem laut að því að koma fyrir samgöngumiðstöð norðan megin við flugvöllinn. Það er bara einn af mörgum þáttum í þessu máli sem hefur verið unnin sameiginlega. Þetta deiliskipulag var unnið í sameiginlegum starfshópi innanríkisráðuneytisins og Reykjavíkurborgar. Sameiginlega. Þær skýrslur og úttektir Eflu sem hér hafa verið gagnrýndar hvað mest, af hverjum eru þær launar? Af beiðni hvers? Reykjavíkurborgar? Nei. Þær eru unnar að beiðni innanríkisráðherra af hálfu Isavia. Það er innanríkisráðherra sem biður Isavia að þau kanna þetta mál og Isavia gerir það. Með hverju? Með því að draga saman allar veðurmælingar sögunar Reykjavíkurflugvöll og draga ályktanir af því í 2 skýrslum. Aðra í samræmi við reglugerð Alþjóða flugmálastofnunarinnar og hina sem viðbótargagn til þess að fá enn betri mynd af þessu. En að því að það gengur lengra heldur en reglugerðin þá að tala hér eins og þetta sé ekki gagn í málinu. Og að því að skýrsla frá 1990 sem er upp af þessa mál þar sem rekstraraðilar flugvallarins kom að málum fór ekki fyrir flugráð, já þá er það bara algjörlega ómerkt gagn. Því ekki minni menn en Árni Johnsen og fleiri sátu í flugráði og fóru þar yfir málin á reglulegum fundum. Flugráð sem hér er búið að gera einhverja aðalmál í því hvort að einhverja skýrslur séu nánast bara til,
er sem bara samráðshópur flugmál sem ýmsir sátu í og höfðu gaman af. Meðal annars Steingrímur Hermannsson, fyrrverandi forsætisráðherra, sem var reyndar verkfræðingur og sagði mjög skemmtilega sögur af þessum fundum í flugræði þegar ég skrifaði ævisögu hans þegar ég var læknanemi. En það að tala flugráð sem einhvers konar vísinda akademíu flugs á Íslandi og það sé bara ekki til skýrslur nema þær hafi verið teknar fyrir í flugráði, ég hugsa að það hefði komið Steingrími heitnum á óvart og Árna Johnsen líka. Þessar skýrslur voru nefnilega bara unnar beint fyrir samgönguráðherra. Og af hverjum? Jú, þeim sem helst til þekkti flugi á þeim tíma. Og ég held að það hafi nú bara verið þannig á síðustu áratugum að allir sem eru eitthvað í flugmálum í Íslandi hafi komið að bollaleggingum það að leggja þriðju brautina af og allir hafi lagt orð sitt við það að væri nú bara í lagi. Þangað til að svokallaðir flugvallavinir ákvaða að gera það að einhverjum stóraslag eftir að Rögnunefndin var stofnuð með samkomulagi í haustið 2013. En Hjartað í Vatnsmýri reyndar fagnaði samkomulaginu Rögnunefndina fyrstu vikurnar á eftir. Ég held að þessi slagur þriðju brautina sé bara einhver tilbúningur. Einhver svona taktísk ákvörðun sem var tekin í einhverju reykfylltu bakarbyrgi og það að einhvern veginn Sjálfstæðisflokkurinn í borgarstjórn dragist inn í þetta, það eiginlega bara eins og framhald af einhvers konar harmleik í afstöðu þeirra til þessa máls. Þar sem að flokkurinn hefur hrakist í hverju málinu á öðru, þannig að þurfi nú ekki að taka afstöðu til eins eða neins. Hann styður byggð á Hlíðarenda, sem að vísu við flugbrautarendan. Hann styður að sjálfsögðu það að þriðja brautin sem tekin út af aðalskipulagi, enda það í hans tíð 2007, en kannast svo bara ekkert við það seinna. Þó hann hafi reyndar stutta framan af og stutt Rögnunefndarsamkomulagið og alla samningana að þriðja brautin fari. En það bara komin í einhverju flugvallavinir inn í borgarstjórn og það riðlar mannskapnum í borgarstjórnarflokki Sjálfstæðisflokksins, þannig að vegna þess að Rögnunefndin ekki búin að skila af sér, þá ætlum við ekki að taka neina afstöðu til neins sem tengist flugvöllunum, þó svo við alltaf stutt það að þriðja brautin fari. Svo þegar Rögnunefndin skilur af sér, nú þá komið eitthvað dómsmál og vandræðagangurinn ekkert eðlilegur. Sjálfstæðisflokkurinn hefur bara enga skoðun, sérstaklega ekki þær skoðanir sem hann hefur haft áður í málinu, nema þá að ýta þessu bara einhvern veginn á undan sér. Og það hræðilegasta sem gæti gerst væri væntanlega það að það kæmi svo bara niðurstaða í júní. Og hvað segir Sjálfstæðisflokkurinn þá? Ætlar Sjálfstæðisflokkurinn þá að hafa allar gömlu skoðanirnar sínar það að þriðja brautin megi fara, enda séu engin rök til annars, og eins og Kjartan Magnússon, þáverandi borgarfulltrúi, hélt hér langa ræðum í Tjarnarsalnum, væri frábært að fá byggð við Hlíðarenda, eða ætlar Sjálfstæðisflokkurinn að hafa einhverja nýja skoðun? Ætlar Sjálfstæðisflokkurinn að fylgja Hæstarétti? Er Hæstiréttur orðinn pólitískur hugsuður Sjálfstæðisflokksins í þriðja brautarmálinu, eða ætlar Sjálfstæðisflokkurinn að fara gegn Hæstarétti? Hvernig væri að Sjálfstæðisflokkurinn væri bara með skoðun til dæmis út frá hagsmunum Reykjavíkurborgar eða þróun borgarinnar? Það til og mikils mælstöðut að kalla eftir einhverju samkvæmni því hvað Sjálfstæðisflokknum finnst málið, til dæmis 2 mánuðum fyrir síðustu borgarstjórnarkosningar, þegar Hlíðarenda byggðin var hér til umfjöllunar. Nú eða þá þegar þessi samningar voru allir gerðir sem Sjálfstæðisflokkurinn studdi, nú eða þá þegar þriðja brautin var tekin út af aðalskipulagi að tillögu Sjálfstæðisflokksins. En mér finnst algjört lágmark að borgarstjórnarflokkur Sjálfstæðisflokksins sé með einhvern lágmarks ærleika í þessu og segir þetta þá bara eins og það er.
Við erum bara því miður ósammála í okkar hópi, okkur finnst það rosalega pólitískt óþægilegt. Það er bara sterkur hópur í okkar röðum sem lemur linnulaust á borgarfulltrúunum ef þeir svo mikið sem framfylgja eigin sannfæringu í málinu. Þannig að við ætlum bara að fresta því eins lengi og við getum að hafa ærlega skoðun á því. Hvað þá að við ætlum að rifja upp það sem við höfum áður sagt eða samþykkt. Við vonum bara og ætlum eiginlega bara að taka þátt í því að þyrla upp svo miklu ryki í þessu með flugvallavinnum að það verði nokkurn veginn óljóst í hugum allra hvort við séum flugvallavinnir eða flugvallarandstæðingar eða höfum yfir höfuð haft einhverja sannfæringu í málinu. Hvað þá klofnaði afstöðu til aðalskipulagsins út af nákvæmlega þessu. Það hafa reyndar eiginlega bara allir borgarstjórar Sjálfstæðisflokksins í gegnum tíðina talið Reykjavíkurflugvöll á röngum stað. Það segir að minnsta kosti Gísli Marteinn Baldursson, fyrrverandi borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins. Ég ætla ekki að rengja hann í því. Það getur einhver annar gert það. Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson var að vísa með 2 skoðanir í málinu. Hann var bæði með því að hann væri fluttur og að hann væri fastur á sínu stað. En mér finnst ekki nógu gott að borgarstjórnarflokkur Sjálfstæðisflokksins núverandi láti þessa skýru stefnu vera sína vegna þess að það gæti einhver ruglast á því hvor hliðin snýr fram þann daginn. Og ég held satt að segja að þetta sé það stórt mál að það verði að tala og hugsa skýrt í því og þýði ekki bara að bíða eftir rögnunefnd og síðan eftir Hæstarétti því að þessir hlutir klárast. Og það er ekki seinna en vænna að fara að gera upp afstöðu sína. Og þessi ræða auðvitað snýst mjög lítið efnisatriði þessa skipulags, enda er ekkert nýtt í því. Við erum búin að samþykkja þetta skipulag áður. Það féll á furðulegu smáatriði, formsatriði og þarf þess að samþykkjast hér aftur. En það ætti að vera algjörlega sjálfsagt mál og furðulegt að einhverjir greiði atkvæði gegn því. Sérstaklega þeir sem að samþykktu samningana sem liggja til grundvallar þeirri skipulagsvinnu sem þetta deiliskipulag byggir á og var unnin sameiginlega af ríki og borg. Það er bara þyngri en tárum taki hvað er mikið bull sem leyfist í umræðu Reykjavíkurflugvöll. Og ég bara fari við þetta hér til þess að leggja inn það orð fyrir framhaldið þegar þetta mál er að baki, niðurstaða Hæstaréttar liggur fyrir, að við getum þó allavega verið sammála það að standa vörð hagsmuni Reykjavíkurborgar í þessu máli. Það eru gríðarlegir hagsmunir, líka bara fjárhagslegir, af því að við stöndum í lappirnar gagnvart þeim samningum sem við höfum gert Hlíðarendaskipulagið, Skerjafjörðinn og svo framvegis. Fyrir utan hvað það skiptir ungt fólk í borginni máli og uppbyggingu íbúðarhúsnæðis. Það hafa alltaf allir verið sammála það að það væri óhætt að þriðja brautin færi. Mér sorglegt að þeir sem eiga að standa vörð hagsmuni Reykjavíkurborgar láti rugla í sér í því. Mér finnst það bara sorglegt. Því að það eru engin rök til þess. Engin. Og það að láta stilla málinu þannig að það sé borgarinnar en ekki innanríkisráðherra eða innanríkisráðuneytisins Isavia og flugmálayfirvalda að setja fyrirvara í samninga við borgina sjálfa öryggismál sem þessu tengjast eru þetta algjörlega út í hött. Og að sömu borgarfulltrúar, og nú er ég að tala borgarfulltrúa Framsóknar og flugvallavinna, sem finnst bara sjálfsagt að færa Landspítalann á Vífilsstaði, en bara alveg hræðilegt að loka einni braut í Vatnsmýri með ólíkindum. Getum við þó ekki allavega haft það skýrt að ef niðurstaðan verður sú að byggja völl í Hvassahrauni, að þá sé það bara í lagi. Ég verði nefnilega alveg til í að við myndum vinda okkar kvæði í kross og myndum tala aðeins næstu skref í þessu máli. Hvað borgin vill.
Oddviti sjálfstæðismann í borgarstjórn var reyndar með mjög áhugavert útspil í umræðu þætti á Sprengisandi þar sem ég var líka á dögunum. Þar sem hann sagði að það væri fáránlegt að einkaaðilar væri ekki þegar farnir af stað með Hvassahraunvöll vegna þess að það gæti skapa sátt það. Ræðum það þá þannig. En tefjum ekki það að hægt sé að þróa byggð við báða enda á þessari þriðju braut vegna þess að við vitum það öll, ekki bara innst inni, heldur við sem erum búin að fara yfir feril málsins og sjá hverjir hafa komið að þeim ákvörðunum að auðvitað eigum við að geta staðið saman að því að þriðju brautinni sé lokað. Annað er bara svona einhver taktík í þessum hráskinnaleik sem þetta flugvallarmál því miður virðist alltaf ætla að vera. Og það að sé verið að kalla öryggi fólks og hræða það með því að það sé verið að setja einhvern í háska með því að það er óábyrgt og það styðst ekki við gögn, en það er hluti af einhvers konar valdatafli sem því miður hefur fléttast inn í þetta mál. Því miður. Hæstvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu. Þá er tveir borgarfulltrúar óskað eftir að veita andsvar í ræðu borgarstjóra. Fyrst Halldór Halldórsson, borgarfulltrúi. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar. Já, það sem ég var að ræða hér er í sjálfu sér, og hefði kannski átt að taka það fram, að því að borgarstjóri talaði um þáverandi og nýja skoðun, eins og fólk geti aldrei skipt skoðun eða fengi nýjar upplýsingar eða slíkt. Og það bara virðist vera varðandi þessa neyðarbraut eða þriðjubraut að hún hefur bara verið meira notuð á undanförnum árunum en hún hafi lengi verið notuð á undan. Þannig að aðstæður í veðurfari hafa breyst og eitthvað slíkt sem hefur orðið til þess að það er meiri þörf fyrir hana í þessu öryggismálum. Ég lagði aðaláherslu á öryggismálum hérna áðan. Þannig að það kann vel að vera að hér hafi verið gerðir samningar á sínum tíma sem að allir voru sammála um það að það mætti að þessi braut mætti fara. En munið hvað ég sagði, ég tók að fram að þeir ráðherrar sem það véluðu, að minnstakosti Sturla Böðvarsson, og ég held að það hafi líka átt við Kristján Möller, reiknuðu alltaf með því að sambærileg braut eða braut með sambærilega legu væri opnuð í Keflavík. Það er aðalmálið í þessu. Og þegar við erum að tala um hagsmuni Reykjavíkurborgar, í þessu auðvitað erum við að tala fyrir hagsmuni Reykjavíkurborgar í þessu máli. Við erum að tala um bara flugvallarmáli í heild sem hagsmuni Reykjavíkurborgar að vera tengd, sem sagt, borgin sé tengd landinu í þessum miklu almenningssamgöngum. Við erum líka að tala um fjárhagslega hagsmuni vegna þess að okkur hefur þótt meirihluti fara svolítið glannalega í þessu máli. Áður en að væri endaleg niðurstaða varðandi þriðjubrautina að þá hafa verið gefin út hinn og þessi leyfi varðandi framkvæmdir á hliðarendasvæðinu og þar með verið að taka fjárhagslega áhættu og það höfum við margoft bent á. Að öllum skilyrðum uppfylltum, að því að borgarstjóri vitnaði til þess að hér í síðustu kosningar að þá sögðust við styðja byggð á hliðarenda. Að uppfylltum þeim forsendum að þetta væri búið að taka flugvöllinn og um það væri sátt og það hefði verið unni bara í réttri röð. Og að lokum bara þetta, við erum auðvitað að tala um málefni allra Íslendinga í þessu máli, við erum að tala um hagsmuni allra Íslendinga hér í höfuðborginni. Og ef að það verða svona stórkostlega breytingar varðandi öryggismálin, að þá auðvitað hljótum við að taka tillit til þess. En nú fljótlega fáum við niðurstöðu Hæstaréttar, ég get ekki séð að neitt geti farið gegn Hæstarétti. Við höfum fengið niðurstöðu Rögnunefndar sem var nú kannski ekki eins mikið hægt að vinna með eins og maður gerði sér kannski vonur í upphafi, en það er kannski megin niðurstaðan svo að hugsanlega sé hægt að byggja flugvöll í Hvassahrauni. Og það þarf auðvitað að framkvæma einhverjar veðurfarsathuganir enn frekar og miklu fleiri athuganir. Það kann vel að vera að það sé einhver framtíðarmúsík. Og ég einmitt hef talað um það að ég hefði haldið að því að sumir einkaaðilar í fluginu eins og Icelandair Group hafa talað um það að þetta geti verið góð lausn. Af hverju fara menn þá ekki af stað? Ég hef aldrei skilið það. Af því að ég sé ekki að ríkið sé að fara að byggja flugvöll í Hvassahrauni.
Ríkið segir bara, heyrðu, við eigum ágætis innanlandsflugvöll í Reykjavík og við eigum ágætis millilandaflugvöll í Keflavík. Það nú svona held ég það sem að sé afstaða ríkisins og hún óskum skiljanleg. Akkur ætti ríkið að fara að setja fleiri milljarða í að byggja flugvöll þegar að forgangsröðunin verður að vera allt önnur. Það þarf að setja fleiri milljarða í að byggja nýja spítala og slíkt. Halldór Halldórsson, borgarfulltrúi, við lokið og veit andsvar og það svarar hv. borgarstjóri andsvari. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það er rétt að framan af voru fyrirvara varðandi opnun sambærilega brautar í Keflavík. Það er algjörlega hendi ráðherra að opna þá braut. Af hverju kallar borgarstjórnarflokkur Sjálfstæðisflokksins ekki eftir því að brautin í Reykjavík veri lokað og sambærileg braut í Keflavík opnuð? Af hverju reynir borgarstjórnarflokkur Sjálfstæðisflokksins að bera kápuna á báðum öxlum? Staðreyndin er sú að flugmálayfirvöld í landinu, þeir sem reka vellina, þeir telja dýrt og óþarfi að opna brautin í Keflavík. Og hvað hafa þeir sér til rökstuðnings í því? Nú þessar úttektir eflu. Ef að borgarstjórnarflokkur Sjálfstæðisflokksins telur að þurfa að opna brautin í Keflavík, nú þá á hann að kalla eftir því. Og ráðherrann er nú úr sama flokki, en það á ekki verða til þess að borgarstjórnarflokkur Sjálfstæðisflokksins hrökklist frá því að styðja lokun 3. brautarinnar. Skárra væri það nú. Og baka borginni þannig bótaábyrgð. Borgin var í engri aðstöðu annarri en að gefa út öll leyfi á Hlíðarenda, að sjálfsögðu. Enda fóru fyrirvarar lokun brautarinnar út úr skipulagi leið og ríkið hafði skuldbundið sig til að loka brautinni með samningum. Sjálfstæðisflokkurinn stóð sjálfur að því að taka 3. brautin út af aðalskipulagi 2007 og þannig er þetta mál. Hv. borgarstjóri hefur lokið var svara andsvari og þá er þeim andsvörum lokið og Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi, veitir næsta andsvar. Forseti, borgarfulltrúar, það er bara tvennt. Mér finnst í fyrsta lagi mjög gaman hvað borgarstjóri miklu hressar í þessari umræðu heldur en að var í ársreikningaumræðunni. Og síðan er það hitt að ég vil bara minna borgarstjóra á að þessi svokallega neyðarbraut var notuð daginn fyrir gamlársdag þegar það var ekki hægt að lenda hinum 2 flugbrautunum með sjúkling í hæsta forgangi. Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að veita andsvar. Þá er andsvörum lokið. Nei. Hv. borgarstjóri ætlar að svara andsvari. Nei, ætlar hann að taka til máls? Nei. Einmitt. Fleiri hafa þá ekki hvatt sér hljóðs í þessu máli og er umræðu lokið. Já, hér áskilja borgarfulltrúar sér rétt til bókunar og við göngum til atkvæða. Hér er allir í salnum, þau sem að samþykkja deiliskipulag fyrir Reykjavíkurflugvöll gefur merki. Þau sem á móti kunna vera. Skipulagið er samþykkt með 9 atkvæðum gegn 6. Við förum þá í 3. dagskrá sem